Já, það hafa verið umræða í samfélaginu vanlíðan barna. Það var sagt frá því í fréttum í vikunni, rannsókn sem að sálfræðingar í Háskólanum í Reykjavík stóðu fyrir COVID, áhrif COVID á ungmenni og unglinga, eldri unglinga fyrst og fremst. Síðan var líka umræða í Silfrinu síðastliðina helgi sem að maður sá svona samfélagsmiðlum að fór víða og fólk var að vitna til þar sem að verið að tala vanlíðan barna og unglinga og það var vísað í alls konar hluti, aukna geðlyfjanotkun og svefnlyfjanotkun, líka kannanir á því hvernig börn upplifa eiginlíðan sem að er verri. Þar var reyndar mest talað svona snjallsíma og mátti svona ráða af umræðinni að það væri helsta rót þessa vanda að börnunum og ungmennunum okkar líði ekki nógu vel. Það er eitthvað sem að segja manni að þetta sé kannski ekki alveg svo einfalt að setja að finna einhverja eina rót af þessu stöðu og við ætlum að reyna að ræða þetta við rauða borðið og ætlum að byrja á því að fá hingað Baldvin Loga Einarsson, þetta er velkomin, sem er sálfræðingur. Takk fyrir. Herðu, það var ef ég má byrja á Silfrinu, ég var að hlusta á þetta og það voru dregna fram myndir af mikilli vanlíðan barna og unglinga og tengt við snjallsíma notkun. Það er náttúrulega snjallsímandir hafa mikil áhrif á líðan okkar. Já. Og það vita þeir sem eru bara á samfélagsmiðlum að við geta svona sett sig í þau spór. En er það svo að þetta sé að grafa undan vellíðan barnan okkar? Stuttasvarið er að við bara vitum það ekki. Nei. Og ábyrgasvarið er við vitum það ekki. Nei. Í fljótu bragði myndi maður halda það. Þetta hefur alla þá þætti sem maður myndi halda að myndi grafa undan geðheilsu unglinga. Þetta ýtir undir samanburð, þetta mögulega er að trufla svefn, mögulega dregur hreyfingu hjá þeim, samskipti í raunheimum, mögulega minnka. Þannig að tilfinningin er þetta að þetta hafi slæm áhrif. En við þurfum að fara varlega í fyrsta lagi út af því að þegar við tölum þetta að þá erum við átt okkur á að þegar við erum að tala um geðheilsu að þá erum við að tala um ákveðna hluti. Þegar við erum að tala um þunglyndi, kvíðaraskanir, sjálfsvíg að þá er mikilvægt að við séum með á hreinu hvað í alvörinu er að orsaka að því við verðum að bregðast við þegar þunglyndi, kvíðaraskanir, sjálfsvíg aukast og þá þurfum við að vita af hverju það er og þá dugir ekki að stökkva á eitthvað sem svona í fljótu bragði hljómar eins og sé málið. Þá er það að horfa á einstaklingi sem er í vanda. Að við verðum að greina hvað það er. En svo við líka tala svona um almenna líðheilsu. Algjörlega og líka þar. Ef við ætlum að fara í aðgerðir til þess að bæta líðheilsu, bæta geðheilsu, að þá auðvitað verðum að vita hvað við erum að tala um. Getum ekki stokkið á eitthvað sem okkur dettur í hug fljótu bragði. Og bara það að vita hvort að geðheilsu rakar er ekkert einfalt mál. Mér finnst að flesti tala eiginlega út frá því sem bara gefnir í staðurinn að börnunum líði verr. Er það ekki svo? Sennilega er það svo. Það sem oft er vísað í eru kannanir. Kannanir þar sem börn eru spurð ertu hamingjusamur? Ertu hamingjusam? Ertu ánægð með lífið þitt? Þær tölur klárlega hafa versnað. Börn er að meta þannig að þau séu minna hamingjusam heldur en börn áður mátu sig. Það fleirum sem að líður illa. Já. Eða fleira allan sem segast ekki vera hamingjusamir. Sem kannski er ekki endilega það sama. Þannig að þarna getur haft áhrif bara að börn tali öðruvísi geðheilsu eða séu meðvitað á annan hátt. En það fer ekki endilega saman að börn segi að þeir séu minna hamingjusöm eða börn núna segist vera minna hamingjusöm með börn áður sögðu. Það fer ekki endilega saman við að þunglyndi sé aukið eða kvíðaraskanir sé auknar eða það leiði til aukina sjálfsvíga. Það er hægt að horfa til Finnlands
sem oft metin hamingjusamasta þjóð í heimi en líka þunglindasta þjóð í heimi þetta ekki samansemmerki en við sjáum það samt að til dæmis á barna- og unglingageðdeild að þá hefur virðist hafa orðið bara sprenging í þjónustu þörf bráðatilfellum virðist fjölga mjög mikið þannig að jú, sennilega það rétt að geðheilsa unglinga fer versnandi og mögulega geðheilsa fólks almennt á Íslandi fer versnandi en það heldur ekki einfalt að segja nákvæmlega hvenær það hefur verið að gerast það vísi kannski einhver ákveðin ártöl þar sem að þetta gerðist eða þar sem að aukningin byrjaði það ekki endilega svo einfalt þegar við erum ekki endilega með nákvæmlega tölu fyrir hvert ár fyrir raskanir almennt hjá þjóðinni við getum séð hver leita sér þjónustu og við getum séð sirka hvernig það aukast þetta ekki endilega alveg svo einfalt annað sem vísað í er geðlyfja notkun sem hefur aukist mikið og farið miklu neðar í aldri það er ekki svo langt síðan að það var næstuði óþekkt að börn var á geðlyfjum það var talið ekki vera mögulegt að gefa börnum geðlyfjum að því það hefði ekki verið að gera rannsóknir á því og það er ekki hægt að gera rannsóknir á börnum og þar haldið varðum ekki gefið geðlyf það er bara þetta er bara tími sem ég man eftir þú ert svo ungur að þú maður ekki eftir en það er svo stutt síðan sko. Já, nei alveg rétt og auðvitað er þetta merki að geðheilsu raki og það er allt sem bendir til þess en auðvitað getur líka verið aðrar ástæður fyrir að geðlyfja notkun eykst meðal annars aðgengi að sálfræðiþjónustu sem er ekki gott og hafa fyrir batnandi og þá er það oft þannig að það er leitað til heimilislæknis sem að hefur það aðgang að því að geta gefið lyf sem er frábært en það getur þó einhver leiti skýrt aukna geðlyfjanótkun og lausnin á því væri þá aukið aðgengi sálfræðiþjónustu En þú segir að við getum ekki fullyrt þetta en það er samt þannig það er eins og að sé eitthvað hjá okkur sem að veldur því að okkur, við getum, þetta er ekki bundið við börnin það er líka sem að bendir til þess að fullorðnu fólki bara líði ver eða upplifið að þið líði ver heldur maður áður Algjörlega. Hvað er þetta? Er þetta snjallsímanir? Það getur verið kapitalismin? Aftur, það er alveg líklegt líka aukin firring í samfélaginu Einmitt, ég meina það eru minni jöfnur, það er nú talað oft að það sé sálarbætandi að búa í samfélagi sem eru aukin jöfnur þannig að við getum, ég geti nefnt svona hluti af því að það eru hluti sem ég hef áhuga á annar geti nefnt snjallsímana annar geti notað óhóflega geðlyfjanótkun eða trú á einfalda lausnir og annar geti verið bara skakkar hugmyndur hvernig manneskjan er til, rangar hugmyndur að við ættum alltaf að vera hamingjusum sem er bara okkur ómögulegt að gera Algjörlega sko það eru nokkrar skýringar sem eru svona kannski algengasta sérfræðingar benda á eitt af því er einhvers konar nútímavæðing eitthvað í vestrænu samfélagi eða í ríkum samfélagum sem að virðist mögulega ít undir að mista á sig þunglindi það virðist vera ágætlega vel þekkt að síðustu áratugina að þá hefur þunglindi aukist og þá sérstaklega hjá ríkum þjóðum eða vestrænu þjóðum og það er ekki almennilega að vita hvað það er kannski er það að samfélagið er að verða flóknara og flóknara og kannski það flókið að það er bara almennt erfitt fyrir fólk að ráða við það misskipting hefur nefnd einmannaleiki sem að tengist líka uppbróti stórfjölskylduna sem áður var svona stærri held en núna eru búin að vera kjarnafjölskyldan í 50-70 ár og Einmitt, og þarna kom inn mögulega bara breytt gildi samheldni sem hefur kannski minnkað einstaklingshyggja mögulega aukist þetta allt getur maður sér fyrir sér og hafa sérfræðingar bent á og gæti verið að ýta undir versnandi geðheilsu og þarna var alveg verið gerða góða rannsóknir þar sem hafa verið skoðaðir menningarhópar innan samfélaga til dæmis skoðað Amish fólkið í Bandaríkjunum og þar hafa þau séð að þar verðist geðheilsan vera betri mögulega sem er þá stærra þéttara samfélag það eru fleiri sem að tilheyra raunverulega þínum innsta hring og aðri þættir einfaldara samfélag allir með sitt hlutverk margt sem að getur komið inn en
það virðist vera einhver þróun sem í gangi. Þetta þróun sem miklu lengra aftur heldur en snjallsímarnir. Já, gerir þannig blá. Og það þannig að má merkja það að svona vellíðan okkar hafi farið að hörna áður en GSM-in kom eða snjallsíminn? Já, það virðist vera frekar skýrt að mistókstið þunglindi hafi aukist og geðraskanir almennt hafi mögulega aukist allavega sumar þeirra, og þetta nokkra áratugi aftur í tíman sem að menn hafa tekið eftir þessu. Þannig að það klárlega margt annað en snjallsímar, og þó að það sé líklega þannig að snjallsímar eru þáttur sem skiptir máli, að það hjálpar heldur ekki að benda bara á hann og gleyma öllu öðru. Og kannski skiptir að máli að snjallsímarnir koma ofan á svona þróun, einstaklega síkjun og allt þetta. Hefur hent snjallsímanum inn 1950, þá hefur kannski haft önnur áruf, það hefur verið annars konar samfélag. Þetta getur við náttúrulega aldrei svarað. Ég man að þegar ég var svolítið út í Afríku, þá var eldri, maður síðmiðaldra, var að flytja aftur til Tógó, frá að hafi verið læknir í Þýskalandi og hafi verið þar í, held ég hafi verið rétt tæplega 40 ár, og ég var svona að spyrja hann þetta og okkur hann var komin aftur og svona. Hann sagði, ég ætla ekki að verða gamall í Evrópu, og þá var hann að vísa til þess að þegar hann náttúrulega fór frá Tógó, og þá var þorpið meira atrið, og sumuleit það að leysast upp núna, þannig að Tógó sem hann fór frá ekki til lengur, en það var þessi hugmynd að þegar hann kemur frá Afríku og fylgist með Evrópu, þá þetta samfélag sem hann bara vill ekki, hann bara tristir því ekki, það verður svo mikill einmannaleiki í því, það er svo mikill kuld í því að ég ætla að fara og ég ætla að vera gamall í Tógó. Þannig hann eiginlega að vísa til þess sem við höfum verið að benda á hér. Algjörlega, og maður heyrir þetta svo smátt frá fólki þegar flytur til annara landa frá Íslandi, oft upplifir meiri samheldni, og það gerir fólk oft hamingjusamt, finnur þessa breytingu. Þannig að það er líklegt að það sé þáttur sem skiptir máli. Það fólk sem að býra erlendis uppgöta það að nágrannar heilsast, sem að til miður bara eða var allavega ekki til í íslensku menningu, sko. Nei, það svo miklir. Þannig að við ættum kannski að vera að hugsa svona hluti. Já, alveg pottþétt að hluta til eru einhverju svona hluti sem skipta máli, og einmitt eins og segir, ég hef tekið eftir þessu erlendis, bjó eitt sumar í Bandaríkjunum og maður sér að maður getur kynst einhverjum út á strætóstöð. Það gerist ekkert á Íslandi. Og auðvitað það góð tilfinning og það er einhver tengsl, og auðvitað skiptir máli hvernig samfélagið og hvernig menningin það hlýtur að áhrif. En snjallsímarnir og netið, það er líka margt slæmtar. Þannig að við erum ekki að tala um það að það sé engin vá þar, það er ekki svo. Alls ekki, og mér persónulega bara mjög illa við snjallsímaþróunina og samfélagsmiðla þróunina. Mér finnst blasa við að það hljóta að vera margt neikvætt í þessu, og ég auðvitað vinn með börnum og unglingum allan daginn sem í geðrænum vanda, og oft það bara þannig að þetta ýtir undir einhverja slæma þróun. Þannig að já, þetta augljóslega ekki, það er eitthvað sem við þurfum að gera þarna, það er eitthvað sem við erum ekki ná utanum, og hvern sem maður tala við, að þá sér maður að margt þarna ekkert í samræmi við þau gildi sem við höfum sem samfélagi, það gildi sem við höfum sem fólk. En á það við börnin, það sem ég var líka að hugsa þegar ég var að horfa á Silfrið, þannig var miðaldra fólk, og ég sagði það var ekki bara skemmtilega að heyra börnin tala um þetta, sko, en við erum ekkert skárri, sko. Það sé að ég býst við að börnin sem þú ert að tala við segi það foreldrarna, þau séu alltaf í snjallsímanum. Já, algjörlega. Og nei, einmitt ólíkt hvernig fullorðin fólki og börnin tala um þetta. Börnin og unglingarnir, þau segja bara eins og að þeim finnst gaman að vera þarna og margt jákvætt við þetta og nota þetta. Og ég segja hvernig forsætisráður þegar það eru sýndar myndinir á þingi og stjórnarandstaðan í ræðustól. Það var nú svona. Einmitt. Það bara þannig. Og ég meina þarna vera oft talað um stytta athyglisspönn, vera að tala um stöðugt aðgengi að manni, stöðugt aðgengi að neikvæðum fréttum. Auðvitað líklegt að þetta sé að hafa slæm áhrif, en við þurfum ekki endilega að
við þurfum ekki alltaf að vera komin að niðurstöðu með hvaða áhrif þetta hefur á geðheilsu til þess að vilja gera eitthvað í þessu við veitum bara hver okkar gildi eru og hvað okkur finnst rétt og getum alveg brugðist við því á þess að þurfa að vísi að þetta sé að valda sjálfsvígum eða hvað það er. Það er kannski byrja á því hvort það sé sko kurteisi að þegar ég er að tala við eitthvað sem ég er ekki sammála ég er að vera í símanum á meðan sko. Algjörlega. Þannig að mætti byrja á að klípa af þessu bara með þeim mætti. Já, klálega. Og kannski hérna það eru oft talað, ég held að við nú verið talað um eitthvað í tengslu við þessu þegar með svona kvöldmáltíðin í fjölskyldunni sem er að fólk sé saman í þennan hálftíma sem að tekur að borða eða og þegar við erum að hugsta svona á þessu einstaklingsleveli að þau auðvitað vita foreldrar miklu leyti hvað það er sem er gott fyrir börnið þeirra þau vita að það er gott að vera í samskiptum og geyma síman á matatímanum og hitta vini sína og hreyfa sig og borða holt og sofa vel þannig við þurfum einhver rannsóknir á áhrifum snjallsíma til að vita það og foreldrar geta alveg fyllt í eftir en eitt með þetta að það virðist vera líka að þó að þróunin hafi verið síðustu áratugi þannig að geðheilsu raki að þá virðist vera samt að í kringum svipaðan tíma og samfélagsmiðlarnir koma fram að þá taki þetta auka stökk að geðheilsa versni hjá unglingum upp frá þeim tíma sem auðvitað gæti verið vísbendingum að þetta hafi áhrif en þar hefur líka verið talað um efnahagshrun niðurskurð í þjónustu, skólakerfinu forvörnum og svo framvegis ég var að lesa grein eftir Bertrand barna- og unglingageðlækni á Landspítalanum frá 2001 það sem hann var að tala um þetta hans tilfinning væri að þessi mikla aukning hjá þeim væri út frá því að það hefur bara tekið þessi ár fyrir þessi áhrif að koma fram eftir að það var skorið niður í skólakerfinu og svona margt sem að þetta hafi áhrif þannig að þetta eru margir þættir sem að geta haft áhrif sömuleiðis er verið að tala að aukningin sé sérstaklega hjá ungum stúlkum hjá unglingsstúlkum og að þunglindi að vanlega sé að aukast hjá þeim sérstaklega og við veitum að þær nota samfélagsmiðla meira heldur en drengir og auðvitað getur það verið þá sterk vísbending um það að samfélagsmiðlarnir séu þarna af áhrif en aftur getur verið að sé aðri þættir líka til dæmis vitum við að þunglindi mun algengara hjá konum heldur en körlum þessi áhrif koma fram upp úr kynþroska kynþroski er að færast fyrr og sömuleiðis geti verið að einhver áhrif í samfélaginu hafi þó bara meira áhrif á stúlkur út af því að þær eru viðkvæmari fyrir þunglindi þannig að eins mikið það virðist vera að snjallsímar og samfélagsmiðlar hafi mikil áhrif á geðheilsu og við þurfum örugglega að bregðast við því að þá viljum bara ekki að við notum það sem einfaldar lausn í staðin fyrir að horfa á flóknari mál í samfélaginu sem að kannski skipta miklu máli. Þú þarft ekki að trúa því að samfélagsmiðlarnir séu höfuðorsökin til þess að fallast á það að það sé gott að hafa einhverja takmarkun á því hvað börnin eru og til einhver svona útivista tíma samtakamátt foreldrarna til þess að eiga öðra. En varðandi tíma sem við lefum svona undir einstaklingshyggju, það er hérna núna í haust þá höfðum við hér til umræðu grein sem að kona sem að sálfræðingur hafði unnið í unnið sérst innan NHS í Bretlandi var að tala um að það var ekki alltaf einstaklingsmiðaðar lausnir þá var nú að tala gegn lyfjum og líka þú veist atferlismeðferðum og svona stundum þyrftum við sko félagslega lausnir stundum væri sko sálræn vanlíðan okkar væri tengd sko félagslegri stöðu og öðru slíku og við ættum að fara að ræða það hvernig getum við sko bætt geðheilsu með sko félagslegum aðgerðum það er ekki alltaf hægt að því það eru þeir sem að hérna líður illa út af sko félagslegri stöðu það er eiginlega hún tók svona nokkuð dæmi að sko svartur maður sem að finnur fyrir að hún sé haldið niður á vinnustað á okkur á hann að fara í einhverja sko sjálfstyrkinga meðferð eigum við ekki bara að glíma við rasismann
og svo þú getur ímyndar hvernig þetta heldur áfram þú veist, þetta ekki alltaf sko, lausnin ekki alltaf lyf eða einstaklisbundin meðferð til þess að ég geti styrt mig til þess að fara út í óréttlátt samfélag. Algjörlega, en það er flóknara að skoða þetta, það er flóknara að komast að eitthvað niðurstöðu, það tekur lengri tíma og er meira mál að breyta þessum þáttum, en auðvitað er fullt af svona þáttum sem skipta máli. En síðan fyrir okkur sem sálfræðinga þá auðvitað er þetta ekki eitthvað sem við getum verið að horfa til, eitthvað leita til okkar, við segjum ekki að við þurfum bara að breyta samfélaginu núna, þá auðvitað þurfum að vera með einstaklingslausnir þar, en ég held klárlega það eru sálfræðingar sem hafa tekið þú þekkir kannski betur að það veri jesúista prestur sem að var frá Suður Ameríku sem að talaði mikið svona félagslega atriði sem að eru, en málið er að okkur líður verr og við hefum náttúrulega að ræða það í samfélaginu. Það er náttúrulega, það er ekki, við getum ekki hlusta á það að hér sé allt í lukkuna velstandi og við hefum að vera ánað með hvað okkur gengur vel ef að bara margt bendi til þess að okkur líður bara verr og börnunum okkar. Og verðum að finna einhverja leiðir og við höfum að ræða það og fyrsta leiðin náttúrulega horfast við það. Já, algjörlega. Og sem betur fyrir verið samfélagið verið að fara í þá átt að fólk tjá sig meira, það er meiri aðstoð í boði, betri viðbrögð við því að tjá sig geðheilsu. Þannig að vonandi er það að fara rétt átt. Og fleiri tala sín megin og fleira sem náttúrulega gríðarlegt gagna því, fólk sem stígur fram og þannig að við skynjum hvort annað, eða skiljum sjálfum okkur í gegnum aðra og reynslu annara. Þannig að það er miklu meira. En mikilvægt að muna að það er eitthvað sem við skiljum ekki, það er eitthvað sem við vitum ekki hvað er að gerast og við þurfum að halda áfram að reyna að komast að því. Gerum það. Höldum með þessar umræðu áfram hérna við Rauðaborðið. Baldvin Logi Einarsson, takk kærlega fyrir að koma hérna. Takk fyrir að byrja mér. Nú ætlum við að fara að tala eitthvað allt annað, við ætlum að tala bókmenntir og ægivald Kiljunar yfir íslensku bókmenntum eftir augnablik.